Bjarki, þú ertu komin hingað á lokastigið í stærstu mótaröð í Evrópu. Já. Hvernig svona aðdragandi búinn að vera hjá þér? Það var mikið svona, rússíbani í öðru stiginu. Heldur betur, við mættum á annað stigið og það var svakalega vindur. Það var bara 10 til 12 metrar í föstu vind alla dagana og fór kviður allt upp í 20 á sekundu. Þannig að boltinn hélst illa á gríni og við vorum 19 sinnum, hópurinn var 19 sinnum kallaður inn af vellinum og það tekur svolítið á að því við vorum alltaf að mæta 8:30 shotgun start sko. Það var allir að byrja á sama tíma og við fórum aldrei af vellinum fyrir bara 5-6 af því að þeir reyndu alltaf að fá okkur út af völl bara til að spila eina hólu svo lengi sem að kviðurnar voru ekki lengur sko. Þannig að það var rosalega svona meira kannski andlegt heldur en líkamlegt af því að þú fengst alltaf að fara bara í sófann og sitja aðeins og slaka aðeins á. En þetta var mikið líkamlegt og hvað þá andlegt áreiti, sérstaklega í þeirri stöðu sem ég var. Ég náttúrulega spilaði mig svolítið aftarlega í hópinn fyrstu 2 dagana, var að púkta mjög illa og setti svona aðeins í annað hugafar síðustu 2 dagana, bara svona, það var engu að tapa fyrir mig. Það var náttúrulega bara fyrir heim í jólasteikina eða vera aðeins lengur og mér langaði svolítið að vera aðeins lengur. Nú ertu komin á 3. stigið og þú ert að gera þetta bara í fyrsta skipti á ævinni að taka þátt í þessu og það er ekki margir, heldur sett bara sem fyrsti sem að ferð í fyrsta skiptið inn á 3. stigið. Ertu ekki stoltur af því? Mjög stoltur. Ég er eiginlega hrikalega stoltur af sjálfum mér, eins og ég ræddi aðeins við áðan, það var komið svona smá leið á gólfi eftir háskólann. Það var svona svolítið mikið námið og allt og fá ekki svona að vera kannski maður sjálfur. Það er alltaf svona verið að skipa þig fyrir en ég dreg ekkert úr því að það var frábært að fara í háskóla. En ég er svona að finna svolítið leikgleðina aftur og hættur að vera kannski rosalega stressaður fyrir mót. Ég var svolítið mikið í það að vera svakalega stressaður og neikvæður. En þetta er að færast allt í það eins og núna. Ég get ekki beðið eftir að byrja á Ekkjumannagrundin hrein. Það er svona komin svolítið önnur tilfinning í gólfið. Hvernig svona líst þér á þessar aðstæður sem hafa verið að bjóða henni upp á? Þú ert búinn að spila annan völlinn þegar við tölum saman núna? Já, spilaði með Guðmundi og Andra Hilsaðan. Hann var frábær. Mér fannst hann fyrirní og fannst mér mjög þröngar. Bjóða ekki upp á marga dræfara, mikið að 3 járnum og 2 járnum. En aftur á móti, ef þú setur þessi járn á braut, þá er þetta mikið af bara millijárnum og vetsum. Þannig að það ætti að vera fínt skor ef þú getur slegið á braut. Og ég hef ekki spilað þennan sem við stöndum á núna, leiksvöllinn, en við spilum hann á morgun og mér líst rosalega vel á þetta. Ég meina allt minna en 12 metrar á sekundu er bara bónus fyrir mig núna sko. Maður er búinn að vera í því síðustu vikuna. En þegar þú draugum saman kannski bara svona aðeins hvaðan þú kemur og svona. Þú ert Borgnesingur og spilar með Borgnesingum þá til að fórst yfir í Kiðaberg sem þú spilar fyrir núna. Já. Þegar þú varst svona aðeins yngri, var þetta eitthvað svona þú sást fyrir þér? Að fara allir leið á túrinn og... Já, í rauninni. Það var alltaf bara eftir að ég var að vinna með Sigurði Hafsteinsinni og Arnari Má. Arnar Már sagði við mig þegar ég fór í landslið, þá sagði hann alltaf, Berki, þetta er langhlaup, skilur. Það er, sjáum fyrir okkur svolítið stórt markmið sem er 5 til 7 ára markmið, sem að það er örugglega 5 til 7 ár síðan það var sko. Og sjáum það fyrir okkur og reynum að vera svolítið bara konsistant og aggressífur í að ná því markmiðið, hvort sem það er að hreyfa sig eða æfa sig eða hvað sem er, hvíla sig, það er líka það sem ég er búinn að kynnast svolítið vel, að það er svolítið mikilvægt að hvíla sig. En þetta er ekki draumur ennþá, þetta er draumur ef maður er topp 25, þá er þetta svona orðið, bara ennþá amatör og komin strax með stóra kortið, næststærsta kortið. En eins og ég segi, það verður bara allt gert til þess að hafa gaman og njóta þess að vera í þeirri stöðu sem ég er. Af því að það er eins og ég segi, það er ekkert margir Íslendingar hvað þá frá 1500 manna bæjarfélagi sem hafa verið í þessari stöðu. Og þú ert líka með réttindi á Nordic Tour á næsta ári? Já, ég kom með fullan rétt þar, tók þar þátt í mótum og spilaði mjög vel og ég er ekki búinn að kynna mér alveg, ég held ég sé komið með einhvern rétt á Challenge Tour. Einhverja kategóríu sem að gefa mér væntanlega eitthvað svona, látin vita mánudegi og þá þarf ég að hoppa upp í vél. En markmiðið eins og ég segi, er skýrt, það er að vera ekki með þá kategóríu og vera með betri kategóríu og jafnvel kategóríu á Evróputúrunum sko. Þannig að það verður svolítið mikið lagt upp úr því eftir síðustu viku að hvíla vel, borða vel og passa vel upp á að maður mæti ekki þreyttur á teig sko. Ég er búinn að sjá rástímana, þú ert allavega ekki mjög snemma. Nei, nákvæmlega. Takk fyrir þetta, Berki, og gangið vel. Já, takk hérlega.